mikið óvart en þetta frábær markvarsla og þá brot þarna hinum megin vildi Jakob Sigurðsson fyrir liðmenn en dómarar Stefán Arnarsson og Rögnvald Erlingsson á öðru máli og þeir eru bara komnir upp knöttinn aftur Litháarnir. Hvað dæmaður hér? Þetta aukakast og hann hefur eitthvað meitt sig þarna Litháa eða kannski fyrir vonbrigðum með að fá ekki mannveitan út af. Leikurinn stöðvar, nú skal þurrka upp blóð, svita og tár þarna inn í vítateignum. Sjáum þetta hér, sendingin inn á og það Júlíus Jónasson sem ótrúlega grimmur hann í vörninni. Nú, þetta frægur leikmaður, númer 2 sem leikur hérna á miðjunni hjá þeim núna. Óttar, þú hefur vantarlega leikið nokkuð sinnum gegn honum. Nowinski held ég hann heiti, hann búinn að leika í allavega með sovéska landsliðinu frá því að ég byrjaði held ég. Já, við sáum þarna Sintaras sá Kínas skora, hann kemst hér fram hjá Einari og þetta laglega gert hjá honum, sem þröstu kemur þetta vel út hérna en þetta laglega gert, hann skora hér á minkamunn í 1 mark. Þetta var hálfklöfurinn og þá kemur Jakob og nú dæmt vítakast einmitt á Valdemaras Novickis sem Óttar var að tala um. Sjáum það hér að hann orðinn býsna saman rekkinn og jafnvel þétt holda. Sterkur í vörninni ennþá. Mjög sterkur og svona yfirvega leikmaður, nei. Það Valdemar og nú er búinn að skjóta einfallega Algis Savonis í feikna mikið banastuð og nú hann bara einfallega búinn að loka markinu. Já, þetta lítur ekki alveg nógu vel út og einhvern veginn þá finnst mér þeir draga okkar menn svona niður á þetta rólega plan því að ég held að búi miklu meiri kraftur í okkur og spila þetta langt frá vörðinu og lefa okkur ekki komast í kontakt en ég held einmitt núna þurfum við virkilega að komast í kontakt við leikmenn og geta svona aðeins lamið á þeim og koma okkur svona upp í stemningu. Kannski var Þórbergur Aðalsteinsson að koma þeim skipunum þarna inn á völlinn, við sáum honum bregða fyrir en við sjáum hér hins vegar þjálfara, þetta var reynda liðsstjóri Litháa sem þarna var og þeir dreifðu hér fánum í fallegum fánalit sínum áðan og við sjáum að þeir notað þessa þjóðliti sína eða fánaliti grimmt, gult, grænt og rautt. Það þverrönd á búningnum hjá þeim og þetta á æfingabúningunum og allstaðar greinilega mjög stoltir af fána sínum. Nú, hér dæmdur ruðningur einfallega eða skref, ég held að það hefði verið ruðningur og þá kemur hraðuhlaup, þeir eru dálítið lengi að þessu. Þannig kemur Einar Sigurðsson, mikill lurkur frá Selfossi, leikur yfirleitt einvörðungu vörnina og nú var hann með í hraðuhlaupinu en þeir náðu nú að stöðva þetta býsna vel og þetta kannski það Óttar að ef við náum að berja aðeins meira á þeim í okkar vörn að þá ljúka þeir ekki sóknum sínum með skoti á marki og þá fáum við hraðuhlaup sem við eigum nú að vera sterkt vopn í Jakob og Valdimar. Það alveg hárrétt sko að það að gera að stoppa leikliðsins, að leyfa liðinu ekki að láta boltann ganga og þar leiðandi þurfa alltaf að byrja upp á nýtt á kerfunum og sem endar með því að menn missa taktinn og við taka hraðaflug. Taka skot, hæpinn skot eða gera kannski mistök eins og áðan, ruðning. Nú skulum við sjá hvort það gengur eitthvað betur hjá okkur því að þeim hefur nú tekist að riðla heldur sóknarleikinn hjá okkur. Þetta svona þunglamalegt, mikið á aukakostum og þeir koma hér töluvert langt út. Þá kemur Birgir út af línunni og nú leggja þeir mikla áherslu á að stöðva hér Júlíus Jónasson. Þetta var eitthvað augljóslegasta brot sem ég hef séð og gott dæmi 2 mínútur. Hann hékk þarna í Júlíusi. Hann náði að brjóta á honum en hékk í honum. Sigitars Vaitsis og hann verður að fara út af í 2 mínútur. Nú erum við komnir einum fleiri og rekka einn út af þeim. Það er aldrei merkilegt við það að þegar lið kemst í það stöð að spila 6 á móti 5, það er þessi einu fleiri, að þá virðist það lið sem er með 5 leikmenn inn á og er í vörn, þeir gefa meiri í, fara að berjast miklu meira, en við í þessari stöð að vera 6,
það verður oft til þess að menn vera rólegri og nýta ekki færi. Kemur einhver værð yfir okkur þar sem við vitum við erum einu fleiri og við erum að bíða eftir opnum færi og það þarf að hafa fyrir því, segir Óttar, og við sjáum nú hvað setur. Hér hann kominn inn á, Gústaf, línumaður frá Selfoss, og nú spilum við með 2 línumenn og bindum þar með varnarmenn inn að línunni og þá kemur stórskiptan okkar og þetta er bara skot í stöng og það er spurning hvort að Litháar skori ekki úr þessum. Nei, Sigmar Þröstur sá til þess en því miður er dæmt vítakast og það er nokkuð réttmætt. Hér er brotið, við sjáum þetta hér aftur, já, það er rétt stjakað í bakið á Remigius Sikauskas en Sigmar Þröstur varði þarna 3. skot sitt og nú er að sjá hvort hann lokar markinu hér í vítaskotinu eins og áðan. Það er Remigius Sikauskas sem ætlar að taka þetta vítaskot sjálfur og Sigmar kominn í froststellinguna sína eins og hann gerir stundum. Það er þessi mjúkan. En nei, þarna skoruðu Litháar nokkuð örugglega og Remigius Sikauskas skoraði 3. mark sitt og fyrsta vítakasti sínu og þar með hefur hann jafnað leikinn í 14-14 og það er einar 18 mínútur eftir og 18-19 mínútur eftir tæpa 19 staðinn jöfn. Þarna komum við býsna athyglisvert mark, við skulum sjá hvort við sjáum þetta ekki aftur. Stefán Kristjánsson er örfendur, hér kemur hann inn en skorar með hægri. Já, hann hefur verið að myndast aldrei við þetta undanfarið og er bara nokkuð lukkin í þessu. Gert þó nokkur mörk á þennan hátt. Og þar með er Stefán Kristjánsson búinn að skora 2 mörk og Íslendingar hafa náð forskoti á ný, einsmanns forskoti, 15-14. Og Litháar heppnir hérna missi ekki boltann út af smá misskilningur hjá þeim en þeir eru ennþá einu leikmanni færri og það skýrir glöfuna. Nei, nú kemur þeirra leikmaður inn á aftur sem er í skammakróknum og hann Þetta jaðrar nú leiktöf, sýnist mér. Og þeir verða að skjóta hér og þetta, eins og þú sagðir, þarna var svo stutt í leiktöf og þeir finna það. Það er skrítið hvernig handboltamenn finna á sér þegar dómararnir er alveg komnir að því að flauta. Það er ákveðin svona panik sem grípur menn. Það grípur sig hræðsla hjá öllum og það endar með því að það er einhver sem tekur skot jafnvel úr mjög erfiðri stöðu. Já. Og það er ekkert grín að stöðva Birgi þegar hann fær boltan svona inn á línunni þrátt fyrir það að varnarmaðurinn sé fyrir framan hann. Hann er geysilega sterkur og oftar en ekki rífur hans lausan. Já, hann virðist vera nokk saman hvort hann snúi varnarmanninn af sér, hvort hann færi hægra megin við hann eða vinstra megin við hann, einhvern veginn kemst hann þetta í gegn. Eða fer með hann á bakinu. Já. Og hefur verið að skora þetta 8-9 mörk. Og þarna kom líka athyglisvert færi, við sáum það að Valdimar Grímsson dansaði þarna framhjá Sína Taras, sá Nikas, en hann reyndi að snúa boltanum framhjá Savonis markverði og náði ekki nógu miklu snúningi, þannig að boltinn fór framhjá. En Valdimar er mjög léttur á sér. Nú er eitt Óttar, þú ert ekki bara leikmaður, heldur þjálfari líka. Þú ættir að geta séð þetta alltaf fyrir okkur. Mér sýnist eins og þeir séu ekki líkamlega mjög vel þjálfaðir, þessir Litháar. Þeir hafa farið að leika saman sem landslið í upphafi árs núna eftir pólitískar hræringar. Mér sýnist að vera að gefa eftir núna bara heila úthaldslega. Já, ég get alveg tekjandi það. Og ég get alveg svona séð það á spilinu þegar þeir eru í sókn að hvað þeir reyna að hvíla sig í sókninni. Staðreyndin er svo að varnarleikurinn er miklu erfiðari og tekur miklu meira á. Og það er leiðindir nota menn þá sóknina til þess að hvíla sig. Og mér sýnist það á leikðarna núna í seinni hálfleik að þeir reyna að halda hraðanum niðri. Og Júlíus Jónasson er ekkert að hvíla sig í sókninni, hann er þarna mjög hissa á þessu öllu saman. Hann var reyna að tekinn og snúið niður og fiskaði vítakast sem Sigur Bjarnason býr sundan að taka. Og þá hann skorar núna og þá komið tími til. Savonis hefur verið mjög erfiður í vítakastunum undanfarið og við skulum sjá hvað Sigur Bjarnason er að skora fyrsta mark sitt í leiknum. Hann byrjaði inn á miðjunni hjá Íslendingum í upphafi leiks. Lék ekki nema svona 10-12 mínútur og þá var honum kippt á bekkinn og síðan hefur hann lítið leikið í sókninni. Nú kemur hann inn á aftur og skoraði og leikur núna í vörninni einnig. Ég var að tala áðan hvað munurinn á að vera að spila sókn á vörn, að
er raun miklu erfiðar að vera í vörninni og ástæðan meðal annars er sú að varnarmaðurinn hann er alltaf með spennta vöðvana. Hann er alltaf að bíða eftir að maðurinn komi í fintu eða sækja markið, en sóknarmaðurinn er alltaf á hreyfingu, hann er alltaf miklu léttari. Já, sóknarmaður veit hvort hann ætlar að fara til hægri eða vinstri í gabbhreyfingunni. Þetta veit varnarmaðurinn líka, verður vera viðbúinn af eiginlega hverju sem er. En þarna kom skot sem Sigmar Þröstur var næstum búinn að taka, en þetta var leikmaður númer 7, Gintas Malakauskas. Við skulum skoða þetta mark aftur. Hér kemur skotið, það er Patrekur sem er hérna og skotið í þverslan og inn. Þeir voru hérna stjörnustrákarnir, Sigurður Bjarnason og Patrekur. Til varnaði áttu þessu ekki á þessu skoti. 16-15 staðinn í Laugardalshöll þegar tæpa 15 mínútur eru til leiksloka og Stefán Kristjánsson í einhverjum vandræðagangi hér. Þarna kom Jakob, nú er Jakob hérna hægra megin og hann gleymir sér aðeins því hann var komin út í valsleikkerfi sem ég ekki séð landsliðið taka og þá Valdimar Grímsson og hér Birgir Sigurðsson, en nú ver Savonis, hann ver allt og þetta er aukakast á Litháa við höldum knettinum. En þetta var býsna skemmtileg sending frá Sigurði Bjarnasyni. Það er gaman að fá svona sendingar. Já, línan, þeir eru komnið það framalega að línan opnast svolítið mikið. Nú, enn sem fyrr var það Savonis sem bjargaði Litháanum og núna er hann orðið mjög erfið. Við sjáum að hann er dálítið riðvaxinn, gamla kempan Valdimar Novitskis, en nú kom bara mark. Einu grænu felli og Sigurður Bjarnason skoraði hér með þrjumufleig. Þannig var Sigurðar og þar með staðinn á 17-15 og við erum nú að síga fram úr en þetta er kannski ekki neitt glansleikur hjá okkar mönnum í kvöld. Nei, þetta er oft erfiðir leikir að spila. Já, það má segja. Það er kannski liðið á að vinna leikinn. Við Valdimar, nei, Valdimar er búinn að missa svona miðið. Hann skorar ekki lengur færanum. Nei, nú er hann stóð með báða fætur inn í vítateig. Leikmaður nummer 13 hér. Vytautas Milašiūnas. Skulum sjá hérna. Hér. Og síðan lendir hann og síðan skotið og skorar og minkar munn í 1 mark. En markið stendur. 17-16 þegar 13 mínútur er til leiksloka. Þetta er einn af þessum leikjum þar sem að íslenska liðið hefur eiginlega ekkert að vinna en öll að tapa. Það verður að vinna en leik fyrir áhorfendur, fyrir okkur þess að kröfuhörðu íslensku áhorfendur, en hann fer haldt úr böndunum með þetta viðst ekki örugglega. Það er ekkert hvað skemmtileg leikir, en mér finnst kannski íslenska liðið geti sýnt aðeins meiri svona kraft, baráttu. Nú, það var nú engin smá barátta hér þegar leikmaður númer 7 var sendur bara í gólfið, Gintas Malakauskas, hann hvílir sig aðeins. En svona í heildina, þá kannski ekki nógu góð vinnsla, það eru auðvitað ákveðna tilraunir hjá Þorbergi. Hann er með nýja línumenn og hann er með svona ýmsar tilraunir kannski. En hér kom mjög glæsilegt línuspil og vörnin hjá Sigmari Þresti, ekkert slor. Og þarna kemur enn einu sinni er Júlíus með skot í stöngina og hann er búinn að vera að leggja tréverkið hér í Laugardalshöll í einelti í kvöld. Þetta er örugglega 4. skotið hans í tréverkið og þarna var alveg upplagt færi. En ég hygg nú að þú hafi verið að tala um að þarna væri 2 mínútna brottvísun í uppsiglingu. Já, mér sýndist það, en hann var fljótur að svona... Þarna er 2 mínútur. Enn og ný 2 mínútur. Þetta er leikmaður númer 8 sem hefur hreinlega verið settur til höfuðs Júlíus Jónasinni. Þetta er mikill raumur. Það stöðvaði Júlíus ekki svo auðveldlega. En sjaldan verið í betra formi og einmitt þessa dagana. Reyndar var þetta 13 Vytautas Milašiūnas sem fékk hér reisupassi í 2 mínútur og eins og Óttar getur þá er Júlíus í miklu formi. Hann leikur nú sem atvinnumaður í Frakklandi og það var erfitt að fá hann í þannan leik. Þeir vildu ekki vera annars Frakkarnir, hann lék á sunnudaginn var, kemur hingað heim í Íslandsleik og leikur aftur næstu helgi. En Sigurður Bjarnason og nú með skot framhjá og Óttar
Er þetta ekki svona pínlítið einbeitingarleysi sem við erum verið að vitna hérna? Jó, kannski, en Sigurður er nú svona einn af þessum leikmönnum sem, hvað að segja, er svona svolítið kaldur og það er ákveðin kostur, en það kemur fyrir að menn eru kannski einum og kaldir. Menn geta sjálfsögur klikkað í vítur. Já, annað sem er gerst. Það getur við ekki að segja við því. Ég held nú að Sigurður sé búinn að sýna það í vetur að hann er framtíðar landsliðsmaður og orðinn lykilmaður í íslenska landsliðinu í dag. Hér Sigmar Þröstur mjög óheppinn að ná ekki halda þessu skot úti. Þetta var Remígius Cichannauskas sem skoraði 4. markið. Búinn að vera geysilega öflugur. Litauen, hann er hér í hægra horninu þar sem að Litauar eru einu leikmanni færri. Fer hér inn, Jakob Sigurðsson þrengir að honum og Sigmar Þröstur alveg við það að verja þetta skot. En staðan var jöfn 17-17 þegar Birgir Sigurðsson nær loksins að skora og það er svo sem ekki gert mikið til ef hann ekki skorað, þá hann fengið vítakast þarna, nokkuð klárað því. Þannig að Birgir Sigurðsson skorar 1. mark sitt í leiknum, viti menn, og Litauar enn einu leikmanni færri. Það má segja með þennan leik leið og Litauar jafna, þá náum við fórustunni strax aftur og við náum ekki að rista á okkur. Nei, en það í rauninni þeir spila mjög skynsamlega og eru teknískir. Og í rauninni hafa komið mörg skemmtileg mörg frá þeim. Það er ekkert að segja það að nú missaði boltann. Já, en þessi sending er bara einfaldlega ekki nógu góð. Hún var of aftarlega, en við höfum hefna með okkur og þá það fer helmingur liðsins út af núna. Nú fara 3 útileikmenn út af og býðum nú við. Hér er Sigurður Bjarnason. Það vantar eitt leikmann í okkur. Þeir hafa bara ekki átt að segja á þessu. Og hér kemur skýringin, það er Birgir Sigurðsson sem glemdi að fara inn á. Út af því að, það munaði mann þegar hann kom. Birgir Sigurðsson kom bara hann að hlaupandi beint að varamannsbekknum og skoraði með skoti fyrir utan. Þurfti smá tilhlaup. Þetta er það sem, hann er einn af þessum kölduleikmönnum sem við varst að tala um. Hann reynir óvenjulega hluti og kemur hér inn á. Og það sem ruglaði Birgir var það að Gústaf Bjarnason fór inn á sem línumaður og þá hélt var Birgir kannski ekki búinn að fá upplýsingar um að þetta vera 2 línumenn. Birgir Sigurðsson er búinn að koma í Íslendingu þá í 1917 þegar 8 mínútur eru til leiksloka og þá fer þetta nú að líta betur út, sérstaklega þegar Sigmar Þröstur ver hérna. Sigmar Þröstur Óskarsson er búinn að verja hér 5 skot og þar á 1 vítakast. En nú er þreytan farin að segja töluvert til sín hjá Litauum. Þetta er hægur leikur. Þarna kom frekar hættulegt skot og nú er Valdimar Grímsson galopinn hérna hægra megin. Það er greinilegt að baráttan í íslenska liðinu er meiri núna þessa síðustu mínútu. Það er svona þeir vilja að fara að gera út þetta sýnist mér. Og hér sjáum við bekkinn, við sáum hann að bekkinn hjá okkur. Það eru 2 leikmenn sem hafa lítið komið sögu og við sáum hérna Konráð Ólafsson sem hefur bara tekið vítaskot. En það er nokkuð til í því að maður sér það er stígandi í liðinu hjá Íslendingum núna. Nú getum við náð 3 marka fáskoti. Þetta Valdimar Grímsson sá þarna glufu opnast og ætlaði að fara sjálfur. Og þá Júlíus Jónasson og hann stöðvaði mjög framalega. Og Júlíus Jónasson skoraði 6 mörk fyrir hálfleik. Þannig að það er eðlilegt að þeir leggja áherslu á að gæta hans. Ég hef ekki séð hann skora mark ennþá í síðari hálfleik. Ég held að þetta sé rétt bókaldið hjá mér. Hann er búinn að fiska nokkur vítaskot og hefur átt mörg skot í stangir. En hvað er Rögnvald Erlingsson nú að fara dómari? Hann myndi færa Litaua aðeins aftar. Og þarna leysir Valdimar upp. Það er dæmt lína á Gústaf og þetta er hann og þrífast myndum. Já, hún var eiginlega ítt inn í vítateginn en engu að síður dæmt fríkast á Íslendinga fyrir að stíga á línu þarna í færinu og þá eru Litauar sem geta minkað muninn í 1 mark. Það er 6 mínútur og 20 sekúndur til leiksloka. Staðinn í Laugardalshöll, Ísland 19, Litauan 17, 2 marka munur.
Þetta var engin smá þrumufleigur hérna, en það þurfti að fara að miðlínu Litháarnir að ná í boltan aftur. Þeir eru þungir, en þeir eru mjög skotharðir og þeir hafa þessa tækni sem Óttar var að tala að boltinn hann leikur yfirleitt í höndunum á þeim. Þeir eru að gefa línusendingar og svona mörk. Mjög lungið mark hér hjá Vygantas Petkevicius og hann er að skora 7. mark sitt. Þetta var svona... Það var óvenjulegt skot, það er ekki oft sem markmaður fær svona skot á sig. Það var mjög lúmst skot, verður maður að segja. Þetta var ekki svíkja fast. Sjáum þetta betur hérna. Hann notar vörnina hérna sem skýlir skotinu og minkar munin í 19-18. Og þá kemur Sigurður Bjarnason í gegn og hvað er dæmt hér? Auka kast. Þarna hefði rauninni mátt halda áfram að Sigurður. Það var komið frá hjá honum. Ég held að hann hafi átt niðurstungar eftir hann að hann hefði komist mjög nær markinu. Þarna erum við kannski komið of langt út. Og þá Sigurður Bjarnason. Nei. Það gengur hér fá okkur hraðaupphlaup. En nú bara hafa ekki kraft í að fara hérna upp völlinn, eða hvað? Jú, þeir fara allalega og jafna leikinn og enn er það leikmaður nr. 3, Vygantas Petkevicius, sem skorar hér 7. mark sitt. Og sveimir hátt, Litháar jafna hér leikinn í þessari sókn. Það var erfitt að verjast þessu, hann kemst fram hjá Stefáni og skorar. Þá er staðan orðið 19-19. Og það er spurning hvort Íslendingar ætla hreinlega að tapa þessum fyrsta landsleik þjóðanna. Þeir trúið ekki upp á þá. Nú auka kast hér og Íslendingar er búin að fá þessi 2 mörk í röð núna. Það er spenna í þessu, það eru 4 mínútur til leiksloka og það er greinilegt að þetta hefur ekki orðið sá auðveldi æfingarleikur sem við áttum von á. Þá Sigurður og þetta er mjög vel gert. Sigurður Bjarnason með 3. mark sitt og ef ekki að segja að Stefán Kristjánsson hafi átt heiðurinn á þessu marki töluvert. Sjáum hér, þarna kemur sendingin á Sigur og það myndast. Þetta er hlutur sem við mikið allt of lítið af í leiknum að koma svona hlaupa bakið og bolta lausir og fá hann á ferðinni. Ísland 20, Litháen 19, 3 mínútur og 30 sekúndur til leiksloka og þá kemur hér hávörðin hjá Íslandi. Þetta var frábær hávörð og Jakob og Valdimar nú. Og hann er stöðvar, þetta var hins vegar mjög góð vörn verið að segja í hraðupphlaupinu eða voru hlaupað tilbaka. Þetta voru 2 Litháar og þeir völduðu Jakob, þannig að Valdimar gæti ekki gefa hann, sem fór Jakob yfir til vinstri. Þá dró annar leikmann sig tilbaka með honum. Það hefur líklega verið eina lausnin í þessari stöðu að klippa. Já, þá er hlaupið í kross þegar Valdimar og Jakob eru seint að fást það. Við erum bara að fá markir í þessari sókn. Aðalvaldur hefur unnið boltann og hann er sama aftur. Nákvæmlega sama og áðan þegar Sigurður Bjarnason komst í gegn. Ertu að senda einhver leynileg skilaboð hérna niður á völlinn, Óttar? Við erum dálítið æstur. Nei, þetta er mjög mikilvægt að fá boltan á ferðinni einmitt á móti svona vörnum. Það er fínt að taka fríkast hér, það er 2 mínútur og 20 sekúndur til leiksloka og nú verðum við að skora í þessari sókn. Þá förum við langt með að vinna sigur. Júlíus Jónasson hér, orðinn sveittur mjög. Þessi handboltarísi hefur tekið vel á því og þar kom Stefán Kristjánsson og skoti bara því miður í hvað var þetta stöngina og þá Veikleika. Já, þetta tók of erfitt skot þarna Litháen. Nei, þetta var frábærlega vel gert og gafnreifingin var hreint unaðsleg hér hjá leikmann nr. 3 Vygantas Petkevicius. Þetta er langbesti leikmaður. Þarna gerist hlutur sem er alltaf hægt að ná þegar verið að skipta mörgum mönnum inn á í vörn og sókn. Við vorum að skipta þarna inn á leikmanni í vörninu og það vantaði bakkinn. Já, það opnaðist bara gat, meðan menn voru að skipta í róleitunum, gekk hann inn þarna og skoraði, en það gerir Sigurður Bjarnason og þarna hafa Íslendingar náð forskoti aftur og Sigurður Bjarnason er nú kominn í gamalkunnugt form, hefur skorað 4 mörk hér í síðari hálfleik og í lok síðari hálfleiks og hér gerir hann þetta bara algjörlega upp á eigin spýtur. 21-20, það er 1 mínúta og 15 sekúndur til leiksloka og nú þetta verður spennandi að ætla Litháar að ná jafntefli.
Þeir leika væntanlega upp á langa sókn núna og fá öruggt skot, það er eina 10 sekúndur eftir þessu svo. Þessari stöðu er rauninni mjög mikilvægt að fara ekki framalega vörninni vegna þess að menn eru miklu hræddari við að skjóta utan af velli heldur en að fara í gegnum brot. Og þarna var að hávörðin sem bjargaði eina fyrir ferðina. Og nú leikum við bara róleitanum, hvað ætla Sigurður Bjarnason að gera. Það verður hálf hræddur, þetta er svona, við verðum að ljúka þessari sókn hér með marki eða þá að leika bara til tíminn er búinn. Það væri alveg eitur að fá okkur hraðutöp núna. Nú verðum við að spila bara þannig til eru, spila út helst. En við höfum náttúrulega ekki fått töf á okkur. Það er 27 sekúndur til leiksloka og auka kast 24. Sigurður Bjarnason lítur eðlilega upp og nú þeir orðnir örvæntingafullir. Það er greinlegt að Litháar kunna ýmislegt fyrir sér í handbolta. Þeir eru hér alveg rétt við að ná jafntefli á móti Íslendingum, ná því ekki og þarna þurfti að vera kaldri við þess að reyna þessu sendingu á Sigurður. En Íslendingar hafa náð að vinna sigur með 2 mörkum þar sem að Júlíus Einarsson skorar þegar 2 sekúndur eru til leiksloka. Júlíus Einarsson skorar 7. mars sitt og 22. mark Íslendinga, 22-20. Nú Óttarsson rétt í lokin. Þetta litháska lið, þetta er sterkara en þú áttu von á, eða hvað? Já, ég myndi segja það og sérstaklega hvað varðar tæknina hjá þeim. Þeir hafa góða tækni. Já, og skynsamir. Þetta eru sniðugir strákar, 2 þeirra hafa leikið í sovjíska unglingalandsliði, 1 í sovjíska landsliðinu. Þannig að einhver staðar hafa þeir lært að spila handbolta og það eru fleiri en þeir 3 sem eru góðir. En Íslendingar unnu með 22 mörk gegn 20, það var aðal atriðið. Markahæstur í Íslendingu var Júlíus Einarsson með 7 mörk og síðan kom Sigurður Bjarnason með 4 mörk eins og Valdimar Grímsson. Vigandas Petkevicius var markahæstur í sovjíska liðinu með 8 mörk. Við þakkum fyrir í kvöld en minnum á Valdimar Grímsson, nr. 6 Stefán Kristjánsson, nr. 7 Sigurður Bjarnason, nr. 8 Jón Kristjánsson, nr. 9 Konráð Ólafsson, nr. 11 Gústaf Bjarnason. Dómarar eru þeir Guðjón Sigurðsson og Hákon Sigurjónsson. Heiðursgestur leiksins er utanríkisráðherra. Góða skemmtun.
það ekki?